Já, komið sæl. Það vætið hjá okkur núna framundan. Það suðlægar áttir með rigningu sunnan- og vestanvert landið en svona mestu þurrt norðaustan til, en það lagð sem að nálgast okkur úr vestri og skilin frá henni koma inn á landið á sunnudaginn og síðan ætlar hann nú að taka stopp hjá okkur við Reykjanesið á mánudaginum og þá heldur áfram væntanlega að rigna suðvestan til, en síðan á þriðjudaginn þá fer hann nú að síga suður á bóginn og þá ætti nú að fara að létta talsvert til landið sunnanvert. En ef við lítum á hitastigið að þá hlýtt hjá okkur og hitatölurnar fóru upp í 26 stiga á Skeltingstöðum í dag og það var nú gerað fyrir því að verði nú áfram þokkalega hlýtt á morgun líka þó að hitatölurnar verði kannski ekki alveg jafn háar, en síðan eftir helgina þá fer nú að koma svalara loft til okkar og þá getum nú reiknað með því að hámarkshitatölur dagsins verði kannski í kringum 14-15 stigin. En við skulum skoða þá Íslandskortið á morgun. Það gert ráð fyrir því að það verði svona suðlæga átt, góðlega kaldi. Áfram verður væta landið sunnan- og vestanvert, en á svona norður- og norðausturlandi ætti nú að verða mestu þurrt, gæti dottið niður einhverjar skúrir og síðan verður nú kannski svona fremur þungbúið, en þar verður nú væntanlega hlýjast og hitatölurnar svona farnar svona slaga upp í hámarkshitin slagar upp í 20 stigin. Nú síðan áfram á sunnudeginum að þá verður nú væntanlega fínasta veður og bjart landið austanvert allavega fyrir hlutadags, en það skil sem nálgast úr vestri og verður farið að rigna vestanvert landið svona þegar nálgast á degi og svona aðal úrkomi belti verður þá yfir vestanverðu landinu á sunnudeginum svona seinnipartinum, en það nú ekki gert ráð fyrir því að skilin ná neitt lengra, þannig að það ætti að verða þurrt á landið norðaustanvert og að það muni nú væntanlega þykkna þar upp. Og þar verður væntanlega hlýjast og hámarkshitatölurnar nálægt kannski 17-18 stigum. Nú síðan á mánudeginum að þá ætla nú lagðin að stöðvast við suðvesturhornið og því megum við búast við því að það verði rigning á suðvesturlandi á mánudeginum, en norðaustan til ætti að verða þurrt og bjart og sjást talsvert til sólar, en hámarkshitatölur nú farnar að lækka talsvert. Nú skoðum síðan hvað gerast á þriðjudaginn að þá verður á lagðin að síga suður á bóginn, þá fer að snúast til norðlæga áttar, kólnar svona svolítið hjá okkur og verður þungbúið og einhver væta landið norðanvert, en að samanskapi að þá léttir til sunnanvert landið og hámarkshitin ætti þá væntanlega að verða á suðvesturlandi, en þó að hann verði kannski ekki nema 13-14 stig. Ef að við förum síðan til Evrópu og skoðum hvað í kortunum þar að þá fínasta veður í Skandinavíu, háþrýstisvæði yfir Eystrasaltinu og mjög víða léttskýjað og hámarkshitatölur í kringum 25-30 stig. Aftur á móti á Bretlandseyjum og í Frakklandi verður blautt á morgun því að það lagð að nálgast úr vestri og má gera ráð fyrir talsverðri rigningu á sunnanverðu Bretlandseyjum og einnig í Frakklandi, og síðan þessi skil á leiðin austurbóginn, þannig að það fyrir síðan væntanlega að rigna í Þýskalandi líka. En annars fínasta veður í álfunni og ef við komum niður á Miðjarðarhafi þá mjög víða léttskýjað og besta veður. Ef við förum vestur haf þá nú fínasta veður við austurströndina, en það lagað að draga við vatnunum miklu með svona nokkurri rigningu. Áfram skúruleiðingar við Mexíkóflóa þó að það sé nú svona aðeins farið að létta til og síðan höfum við einnig skúrir í eyðimörkinni í Arizona. En hjá okkur á morgun suðlæga átt, góðlega kaldi og væta sunnan- og vestanvert landið, en ætti að verða mestu þurrt norðaustan til. Látum þetta duga, verið kvöld, verið sæl.